Hún eflaust mjög góð tilfinning að klára þennan bikarleik. Já, mér létt. Við má orða það þannig. Þetta var mjög erfiður leikur. Sérstaklega eftir að við komumst yfir 1-0 því að mér fannst Stjarnan þá kannski taka yfir leikinn, höfðu boltar miklu meira, pössuðan betur en við og þau tækifæri sem við fengum, nýttum við ekki nægilega vel. Það voru einstakar skyndisóknir sem litu álitlega út en þá vantaði kannski aðeins meiri gæðisendingu og völlurinn var nú ekkert að hjálpa kannski heldur en mér fannst Stjarnan ráða betur við og þeir áttu svo sannlega skilja að jafna leikinn. Bara, einmitt þetta jöfnumark. Var þetta samt högg þrátt fyrir að þeir hafa áttu þetta skilið? Já, það var smá högg af því að það eru 3 mínútur eftir að leiknum af 7 mínútna uppbótartíma og það var svona, við hljótum að sigla þessu heim og maður vonar alltaf besta og þá bara slöknar á einhverjum 1-2, þeir taka stutt hopp, taka hratt og við erum bara sofandi og það er mennirnir þreyttir og að reyna að skilja sér vörnina að gleyma einhverjum fókus á smáatriði og smáatriði verða oft í þess að þú fá þér mark en mér fannst strákarnir óbúslega flottir hérna í hlýjunum sem við fengum eftir venjulega leiktíma. Það var bara, maður sá það á augunum á þeim hvað þá langaði mikið til að komast lengri í þessari keppni, hvað voru tilbúin að leggja á sig og við þurftum ekki að segja sérstaklega mikið. Þeir fóru bara og kláruðu þetta, skoruðu mark mjög snemma og mér fannst ekki mikil hætta eftir það. Satt best að segja, ég man ekki alveg eftir því en einhvern veginn er það tilfinningin allavega. Kom þér óvart að vera 7 mínútur bætt við? Mér fannst það dálítið mikið en ég veit það ekki. Helgi sagði mér hvernig þetta kom til og við bara virðum það. Þeir vita alveg hvað þeir eru að gera. Þeir eru 4 með þetta og þeir eru stoppa tíman þegar það eru meiðsli. Við hafum náttúrulega lág maður hjá okkur inn í tegi lengi og það lág einhver út á velli svo fullt af skiptingum og við bara sættum okkur við það. Það er ekkert kvarta hvernig við því. Við erum með bestu mennina þarna í starfinu. Hárrétt. Bæði mörkin eru bara virkilega góð, sammála því? Okkar? Já, fyrra markið alveg stórglæsilegt og seinna, ég man ekki alveg, það var eitthvað smá spil og svo lendir Ægir í eitthvað klafsi og nær skoti í klofið á varnarmanni og Árni greiði markinu náttúrulega á leiðinni í hinn áttina því að þetta er oft erfitt fyrir markmenn, hann stígur í villu upp og er á leiðinni hinum megin, þannig að hann átti náttúrulega ekki séns, en þetta var kærkomið og gaman fyrir Ægir var að vaksa inn í leikinn og hafa þennan kraft í sér í restina og skora þetta mark, sýnir hvað svo öflug hann er. Heldur þú þurfir að sjá þetta aftur, ég held að Ægir verið svektur þú talar klafs, þetta var svo vel gert hjá honum. Já, ég er að sé þetta svo oft hjá honum á æfingum að ég saknaði þess að sjá þetta í leikjum en ég er náttúrulega, maður er með myndatökum mann beint fyrir fram að nefa, svo maður þarf alltaf að standa upp til að sjá og ég sá þetta mjög illa, mér fannst þetta eins og hann var einhvern veginn að böglast með boltan hann en ef hann var að sóla það og þeir komist ekki nálægt honum þá er þetta bara eitt af þessum mörkum sem ég sé að ég gera hver einustu æfingu. Það virtist þess að það væri bara nóg eftir á tankinu ykkur, maður sá enga þreytu eitthvað í lokin? Nei, okkur hefur fundist það á þjálfurunum að liðið sé í gríðarlega góðu formi. Við höfum hlaupið alla leiki óbúslega vel. Þetta hefur komið upp og við höfum þurft að leggjast tilbaka því að andstæðingarnir hefur bara verið betri og þrýst okkur tilbaka. En það hefur ekkert með form að gera, bara eins og sjáum í dag. Við keyrum á stað aftur og eigum nóg eftir og það var í Árbænum síðast þegar við náum að jafna 3-3 og svo basically erum við bara sækja til að ná sigurmarkið og við höfum séð þetta oft þannig að við teljum okkur í mjög góðu formi. Framhaldi í bikarnum er Víkin, þið þekkið nú ágætlega að fara þangað í bikarnum? Já, við erum búin að fara þar síðustu 2 ára með minnir og hefur reynst okkur erfitt, við höfum tapað en við erum nálægt í líka en það var ekkert gott lið eftir það var bara góð lið eftir í þessari keppni. Topp 4 úr deildinni frá því fyrra og það skipti lengur máli hverja við fengum, það er allt erfitt. Bara aðeins út í þessa 3 manna hafsendalínu, manni finnst þess og Kenny og Finnur, þeir eru að blómstra þarna og Jakob vissulega líka með þeim á milli að þeir fá svona meira frjálsræði að fara upp völlin og þeir bara taka þessu hlutverki mjög vel. Já, þeir hafa eftir svona fyrsta leikinn þar sem að menn voru svona dálítið hvað er að gera núna þá erum við bara að vaksa, við erum að vera betri, við erum að skilja þetta strákarnir að skilja þetta betur, við höfum alveg spilað þetta áður en svo er eitt að spila þetta á svona velli og það er annað að spila þetta á gervigrassi þannig að þessum að getur látið bolta rúlla aðeins meira og spila aðeins meira þannig að við höfum átt mjög góða kafla inn á milli, við höfum líka verið slakir inn á milli og látið spila í kringum okkur
eins og bara fylkisleikurinn síðast og á köflum og í dag. Þannig að við erum ekkert fullmótaðir í þessu kerfi þó okkur líði ágætt líði þá eigum við eftir að bæta okkur ennþá. Er þetta sami gamli Finnur Tómas, má segja það? Já, þegar hann er svona ákafur í varnarleiknum sínum þá er Finnur bara geggjaður og hann hefur gríðarlega hraða og styrk og sterkur í loftinu. Hann hefur allt, þannig að við þurfum bara að halda honum við efnið, fá hann til að leggja svona miklu vinnu í hvern einasta leik og hlaupa leikinn eins og maður því að þá er hann góður. Gefur þetta ykkur mikið í næsta deildarleik að vinna þennan leik? Já, þetta gefur okkur bara fullt. Ég meina næst undanúrslit í júlí og við höfum eitthvað til að hlakka til núna. Við erum ekkert á góða stað í deildinni, við þurfum að reyna að lyfta okkur þar upp töfluna og ég held að þetta getur verið smá gulrót fyrir okkur að bíða eftir fram í júlí og standa okkur vel fram að því. Að lokum Jóhannes Kristinn fær kallið í U19 landsliðið, það lítur að vera mjög ánægjulegt. Já, það er bara geggjað. Jó, ég hef bara sýnt það í öllum þessu leikjum sem hann hefur spilað að hann er bara vex og frábær leikmaður, hefur gríðarlega hlaupagetu og ef hann hefði ekki verið valinn þá hefur eitthvað skrítið og maður er alveg vilja sjá Benón í þessu líka því að hann á nú töluvert fleiri mínútur heldur en nokkrir sem voru valdir en þú veist maður treystir náttúrulega bara landsliðsþjálfarana fyrir að velja rétt og gera réttu hlutina. Þeir hafa alla statistík og þú veist hafa svona, hvað segir maður, vita hvað er búið að vera í gangi. Ég veit það ekkert þó að ég hefði viljað sjá kannski annan káringarna. Takk fyrir þetta, Rúnar. Takk.